Komið sæl, ég heiti Katrín og ég verkfræðingur á höfuðborgarsvæði Vegagerðarinnar. Eitt af þeim verkefnum sem ég fæst við það umsjón með stofnhjólaneti höfuðborgarsvæðisins og ég ætla að segja ykkur frá þessu verkefni. En með tilkomu samgöngusáttmálans sem að Íslenska ríkið skrifaði undir ásamt 6 sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, þá lögð aukin áhersla, eins og fram hefur komið, á að byggja upp innviði fyrir þá sem að ganga og fyrir þá sem að hjóla. Og til þess að halda utan þessi verkefni þá var stofnaður vinnuhópur og í þessum vinnuhópi eru fulltrúar frá þessum sveitarfélögum sem koma að samgöngusáttmálanum og ég í þessum vinnuhóp fyrir hönd Vegagerðarinnar. Markmiðið með þessum vinnuhóp að efla samstarf á milli sveitarfélagana og líka á milli Vegagerðarinnar af því að við viljum ekki hafa hlutina svona eins og við sjáum á þessari mynd að við séum að leggja hjólastíg sem endar í einu sveitarfélagi og taki svo kannski ekki alveg á sama stað við í því næsta. Ég held nú reyndar að þetta hafi aldrei gerst hérna á Íslandi. En markmiðið sem sagt að horfa á höfuðborgarsvæðið í heild sinni og sjá fyrir hvar eðlilegast sé að hafa helstu hjólaleiðirnar og mynda þannig stofnhjólanet. Við fengum ráðgjafa frá verkfræðistofunni Eflu til að hjálpa okkur í þessari vinnu. Efla hitti hvert sveitarfélag fyrir sig og tók saman þeirra óskir hvar stofnhjólanetið ætti að vera innan viðkomandi sveitarfélags. Þegar þeirri vinnu lauk þá var hópnum smala saman og við settumst yfir þetta og púsluðum þannig að myndaðist heildstætt net fyrir höfuðborgarsvæðið. Þetta kort hér, ég vona að þetta sést ágætlega upp á skjá. Þetta eru niðurstöður úr þessari vinnu. Ég ætla aðeins að útskýra þetta kort. Mjóu gráu línurnar sýna þær leiðir sem að viðkomandi sveitarfélag sá fyrir sér að geti tilheyrt þessu stofnhjólaneti og gráu punktalínunar sýna þær leiðir sem að sveitarfélagin sjá fyrir sér í framtíðinni geti orðið stofnhjólaleið en þessar mjóu gráu línur tákna í raun og veru að það sé hægt að hjóla eftir þeim. Það einhvers konar innviður til staðar en ekki tilbúnar hjólaleiðir. Það getur verið gangstétt, sameiginlegir eða jafnvel gata. Breiðu gráu línurnar sýna aftur á móti þessa staði sem við lítum svo á að séu tilbúnir. Það að það búið að aðskilja hjólandi umferð frá þeirri gangandi og svo eru þessar bleiku línur sem sjást á kortinu. Það eru þær leiðir sem að við viljum fara í uppbyggingu á og settum í forgang. Við fengum líka það verkefni í þessum vinnuhóp að reyna að sjá í gegnum hversu mikla uppbyggingu við gætum farið í fyrir það fjármagn sem að veitt í þetta verkefni gegnum samgöngusáttmálann og við sjáum fyrir okkur að geta farið í þessar leiðir sem eru sýndar bleikar á þessu korti. Efla hjálpa okkur líka við að forgangsraða verkefnunum og sjá hvar var mikilvægast að hefjast handa. Það var kannski fyrst og fremst tvennt sem að þurfti að hafa í huga. Annars vegar áformum uppbyggingu borgarlínu þar sem að meðfram borgarlínu eiga að koma góðar hjólaleiðir og við þurftum að sjálfsögðu taka tillit til þess og einnig skoða að efla samsetningu og umferð gangandi og hjólandi vegfarenda og fjölda þeirra og þannig var hægt að meta hvar var mikilvægast að fara í framkvæmdir við að útfæra góða hjólastíga og svo sérgöngustíga. Við skiptum þessum framkvæmdum upp í 3 áfanga sem að fylgdu fyrstu áformum uppbyggingu á borgarlínu. Hún hefur nú aðeins breyst eins og hefur komið fram hérna áðan. Og hér sjáum við þær hjólaleiðir sem voru settar í fyrsta forgang og við ætlum að framkvæma á tímabilinu 2020 til 2024. Næst sjáum við þær hjólaleiðir sem eru settar í annan forgang og fara í uppbyggingu 2025 til 2029. Við sjáum að þessum breiðu gráu línum hefur fjölgað þarna og við gerum ráð fyrir að þær leiðir verði þá tilbúnar með góðum aðskildum leiðum fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur. Loks sjáum við framkvæmdir í 3. forgangi sem við stefnum að fara í uppbyggingu á 2030 til 2033. Árið náttúrulega 2022, við höfum þegar hafist að handa og hér á þessi korti sjáum við grænar línur. Þetta eru þær leiðir sem við höfum lokið við framkvæmdir á. Gulu línurnar sýna þær leiðir sem í framkvæmd og flestar þessara framkvæmda sem eru sýndar gular á þessu korti, þær eru langt á veg komnar, sumar klárast núna í haust og aðrar í byrjun næsta árs. Svo eru bláu línurnar, þær sýna þær leiðir sem eru langt komnar í undirbúningi og við stefnum að hefja framkvæmdir á flestum þessara leiðum á næsta ári.
Ég vil kannski taka fram að öll þessi verkefni sem við sjáum hér á þessu korti, þetta eru samstarfsverkefni á milli viðkomandi sveitarfélags og Vegagerðarinnar, en mörg sveitarfélögin eru líka með metnaðarfull áform uppbyggingu á hjólinnviðum sem eru ekki sýndar á þessu korti sem sveitarfélögin sjá alfarið sjálf. Þannig að hjólanetið í raun töluvert stærra heldur en sést hér á þessu korti. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessum framkvæmdum sem við höfum lokið við og eru í gangi og standa til að fara í. Þetta sennilega fyrsta framkvæmdin sem var fjármögnuð með samgöngusáttmálanum. Þarna var settur nýr tvístefnu hjólastígur í göturými við höfnina Reykjavík hjá Geirsgötu. Þessi stígur tengist svo inn á stígakerfi meðfram sjónum hjá Sæbraut. Hér sjáum við stíg við Eiðskandi Reykjavík. Framkvæmdir á honum voru aðalega árið 2020. Fyrir var sameiginlegur göng- og hjólastígur og sá stígur tekin undir fyrir gangandi vegfarendur og nýji stígurinn þá fyrir þá sem að hjóla. Og það stendur til að halda áfram með þennan stíg, eða þær framkvæmdir eru reyndar bara langt af veg komnar, alveg eftir ánanöstum, og þegar þeim framkvæmdum lýkur þá verða komnir aðskildir göng- og hjólastígar eftir norðurströndinni, alla leið frá Granda og út að Gróttu, út á Seltjarnarnesi, eins og gula örin hér sýnir. Það ýmislegt búið að vera í gangi við Bústaðaveginn. Austast á Bústaðavegi við Sprengisandssvæðið hafa verið framkvæmdir í gangi. Þar hafa verið sett undirgöng fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur og nýtt stígakerfi sem tengist inn í stígakerfi í Fossvogsdalnum. Fyrir ári síðan þá voru við í framkvæmdum á Bústaðavegsbrúnni. Þar voru að breikka gangstétt við norðanverða brúna til að auka pláss fyrir þá sem að ganga og hjóla þar Einnig settum við nýjan tvístefnu hjólastíg við norðvestur rampa brúarinnar og sá stígur tengir þá saman stígakerfi eftir Kringlumýrabraut og inn á stígakerfi við Bústaðaveg. Nýr hjólastígur var lagður meðfram Bústaðavegi frá Veðurstofuvegi og að Litluhlíð og hann svo leiddur undirgöngu Litluhlíð og þeirri framkvæmd lauk núna í sumar. Við sjáum hér mynd af þessum nýju göngum við Litluhlíð á þessari glæru og svo stendur til að halda áfram með þessa hjólaleið eftir Skógarhlíðinni og því að því lýkur þá verða komnar góðar göngu- og hjólaleiðir meðfram öllum Bústaðaveginum eins og þessi gula píla sýnir á þessu korti. Í síðasta vetur hófum við framkvæmdir á nýjum hjólastíg í Elliðaárdalnum sem nær frá Höfðabakka að gömlu Vatnsveitubrúnni. Framkvæmdin kláruðust núna í sumar en það stendur til að halda áfram með þessa hjólaleið suður eftir Elliðaárdalnum og hann á að tengjast inn á nýja brú sem á að rísa við svæði sem nefnist Dimma. Ég veit að það eru margir sem bíða spenntir eftir þeirri brú. Núverandi mannvirki í slæmu ásigkomulagi eins og margir hér inni þekkja. Svo mun stígakerfi þar halda áfram og tengjast inn á nýtt stígakerfi sem byggist upp samhliða nýjum Arnarnesvegi. Það sýna kort sem sýnir nokkurn veginn þessa hjólaleið. Ég veit ekki alveg hvort þetta virkar. Sést punktur hérna inn á? Nei, sérlega ekki. Já, ok, hann þarna. Þá verður hægt að hjóla hér úr Kórahverfinu í Kópavogi og eftir nýju stígakerfi meðfram nýjum Arnarnesvegi sem tekið yfir brú hér við Breiðholtsbraut og inn á nýja brú við Dimmu og þar eftir nýjum stígum sem liggur hér norður Elliðaárdalinn og tengjast inn á núverandi stígakerfi í Elliðaárdalnum og undirgöng við Reykjanesbraut og þar tengjast þessi stígar inn á stíga við Fossvogsdal og við Bústaðaveginn og hér norður eftir Reykjanesbraut við Rauðagerði. Þannig að þetta verður hellarinn á hjólaleið sem verður örugglega mjög gaman að hjóla eftir. Núna í sumar þá kláruðust framkvæmdir við nýtt stígakerfi í Mosfellsbæ sem nær frá Varmá og Leirvogstungu og tengir saman gamalgróin hverfi við nýja hverfið í Leirvogstungu. Þetta nokkuð vinsæll stígur, bæði fyrir þá sem ganga og hjóla og í þau skipti sem ég verið þá alltaf töluverð umferð á þessum stíg. Við vorum í svipum framkvæmdum við Fífuhvammsveg í Kópavogi, frá Lindavegi að Salarvegi, þar var settur nýr stígur fyrir hjólandi vegfarendur og sá eldri tekin í notkun fyrir þá sem að ganga og það stendur til að halda áfram með þennan stíg vestur eftir Fífuhvammsvegi á næstu árum. Núna erum við svolítið að einbeita okkur á ás sem gengur svona norður-suður þvert á nokkur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og sýndur hérna með gulri ör á þessu korti.
Það eru nú þegar nokkrar framkvæmdir í gangi. Það verið að setja nýja stíga við Strandgötu í Hafnarfirði. Það eru framkvæmdir við ný undirgöng við Arnarneshæð í fullum gangi núna og svo eru í undirbúningi þó nokkrar framkvæmdir, til dæmis nýja stíga við Ásbraut í Kópavogi, söður eftir Kópavogshálsinum og að Kópavoginum sem tengist svo inn að þessum nýju undirgöngum. Svo stendur til að halda áfram með aðskili stígakerfi sunnan við þessi undirgöng við Arnarneshæðina, túnin í Garðabæ og svo við Norðurbæ í Hafnarfirði. Þetta mjög mikið notuð hjólaleið og við sjáum það á teljurum sem eru víðsvegar á þessari leið að þetta greinilega notað mikið til samgöngu hjólreiða þar sem við sjáum svona morguntoppa og síðdeistoppa eins og í umferðinni. Þannig að við leggjum smá áherslu að reyna að klára þessa leið á næstunni. Hönnun og leiðbeiningar fyrir hjólreiðar kom út árið 2019 og ég vil meina að það hafi markað ákveðin þáttaskil í hönnun á hjólreiðum. Þau samræma gæði og lausnir að við sem gera eitt í ákveðnu sveitarfélagi og því næsta á öðrum stað við sambærilegar aðstæður og við notum þessa leiðbeiningar í undirbúningi og hönnun á þessum hjólaleiðum sem að Vegagerðin kemur að. Ég vil líka nefna það að við setjum alla hönnun á þessum innviðaframkvæmdum fyrir hjólreiðar í gegnum ferli sem við köllum umferðaröryggisrýni og við hjá Vegagerðinni þekkjum vel það ferli þar sem við beitum umferðaröryggisrýni á vegamannvirkin okkar og rannsóknir hafa sýnt að þau hafa skilað sér í færri umferðarslysum og við vonum náttúrulega til þess að með því að beita þessar aðferðafræði líka á stígana að við sem að skila öruggum og góðum innviðum. Það svo margt sem skiptir máli í hönnuninni sem leiðir til aukins öryggis, til dæmis breidd stígana, hvernig við útförum þá og það skiptir til dæmis miklu máli hvað í umhverfi stígana. Ef að hjólreiðamaður skildi til dæmis hjóla út af stíginum, hvað tekur við honum, það stórt grjót eða hátt fall fram af eða umhverfið þannig að það dragi úr líkum að viðkomandi slasist alvarlega. Mér langar rétt aðeins að sýna ykkur og segja frá framkvæmdinni við Arnarneshæðina þar sem við erum að setja undirgöng. Hér sjáum við þversnið af undirgöngunum við Arnarneshæðina. Það langt á milli veggja og það hátt til lofts og það verður aðskilið kerfi fyrir gangandi hjólandi í þessum undirgöngum. Kollegi minn hjá Vegagerðin skeytti saman þversniði við undirgöng hjá Hafnarfjarðarvegi við þetta þversnið og við sjáum þarna hversu þröngt það þversniði og lágt til lofts miðað við þversniði Arnarnes undirgöngunum og þetta þrönga þversniði kannski svolítið það sem við þekkjum á stígakerfinu allan á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við erum að reyna að vanda okkur vel í þessari mannvirkjagerð. Ég veit að það eru margir sem að kunna illa við að fara undirgöng. Fólk sér fyrir sér að fara onni jafnvel hólu, dimm og hólu, sjá ekki fyrir endan á göngunum, dimm og þröng göng og viti ekki alveg hvað býður þeirra inn í göngunum. En ég vona að það verði ekki upplifunin fyrir þá sem fara þarna hjá Arnarneshæðinni. Hér sáum við tölvuteiknaða mynd af þessum göngum. Þau eiga að vera björt með LED-lýsingu. Það sett ljósop ofan á sem veitir náttúrulega lýsingu inn í göngin. Hér sjáum við svo yfirlitskort. Þau eru sem staðsett þarna vestan við Hafnarfjarðarveginn og við Arnarnesið og ég vona að sem flestum finnist í lagi að hjóla þarna Það eitt sem við þurfum að vanda okkur aðeins betur við og það eru hjáleiðir á framkvæmdatíma. Við höfum fengið gagnrýni fyrir það. Ég fékk að taka þessar myndir á hópnum samgönguhjólreiðar á Facebook. Þessar myndir sýna framkvæmdi við Bústaðavegsbrúna sem ég sagði aðeins frá áðan. Myndin þarna vinstra megin sýnir að það eru hreinlega engar hjáleiðir fyrir gangandi hjólandi akkúrat þarna, allavega ekki þegar þessi mynd var tekin. Og myndin til hægri sýnir hjáleið, einhvers konar hjáleið með möl sem náttúrulega alls ekki nógu gott. Vegfarendurnir eru fjölbreyttir á jafnvel smáum dekkjum, fólk með barnavagna og fleira. Þannig við þurfum að vanda okkur betur þegar við erum útferð þessar hjáleiðir og við tökum að sjálfsögðu svona ábendingar til okkar og reynum að bæta okkur í þessu. Þessi mynd hér var líka tekin á sama hópi á Facebook, þarna var verið að hrósa okkur. Þarna settum við hjáleiðina, útfærum hana með malbyggi og gerðum svona afleiðandi kantstein til þess að auka þægindi og öryggi þeirra sem eru á hjóli. Við erum að reyna að tileinka okkur frekar þetta verklag frekar en hitt í framkvæmdum.
Við fáum líka ábendingar og það náttúrulega ekki nóg að hugsa bara þessa nýju innviði sem við að gera þá vel og tryggja gæðin þar. Við þurfum líka að horfa á hvað nú þegar til staðar og lagfæra það sem hægt að lagfæra. Við fengum ábendingum þennan stað, þetta eru gatnamót Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar. Þarna mikil umferð og margar akreinar og það svolítið erfitt að fara þarna yfir og gönguleiðirnar gatnamótin voru hönnuð á sínum tíma með hagsmuni gangandi í huga og til að tryggja öryggi þeirra þarna gatnamótin. En eins og til dæmis þessi mynd sem sýnir miðjuna með leiðigrindunum, það erfitt að koma fyrir mörgum hjólum þarna inn í leiðigrindinni ef það rautt ljós fyrir þá sem að fara yfir á hjólu og gangandi og það náttúrulega sérstaklega erfitt fyrir svona stærri hjól eins og þetta hér eða hjólans Sóla að fara þannig og fólk með eftirvagna með börn í eftirvagni og líka kargárhjólin með farangurstreymi framan á. Það bara hreinlega erfitt fyrir þessi hjól að fara þarna í gegn. Þannig við þurfum að reyna að laga svona staði og eins kantsteinar eru orðnir slysavaldur, ekki síst fyrir þá sem eru á rafmagnslaupahjólum. Rafmagnslaupahjólin eru með minni dekkjum og þau eru töluvert viðkvæmari fyrir hönnunaratriðum. En bara svona rétt að lokum, eins og hefur komið hér fram og ýmislegt hefur komið fram, þá hafa hjólandi vegfarendur fjölgað rosalega mikið undanfarin ár og líka fjölbreytileiki farartæki orðin alveg rosalega mikill. Þannig að áskoranir eru orðnar margvísar og sem fela í sér til dæmis bara ólíkan hraða og ólíka samsetningu á þeim sem að nota stígakerfið. Og við leysum þetta náttúrulega kannski ekkert allt saman með bættum innviðum, en ég vona samt að við séum að gera ástandið skárra og að öryggi þeirra sem að kjósa að hjóla sér til ánægju, samgangna eða hvað sem það nú, að aðeins skárra og að tryggja, við erum að reyna að tryggja öryggi þeirra. Og já, ég býst við eitthvað sem spurningar. Jæja. Hæ, ég er búin að vera mjög gagnrýnin í dag. Mér langaði að þakka þér fyrir góðan fyrirlestur og sérstaklega að það sé verið að pikka upp ábendingar af grúppum eins og samgönguhjólreiðar. Það skiptir mig og okkur sem að hjólum alla daga raunverulegu máli að það sé verið að hlusta á okkur. Þannig ég mjög glöð að sjá að þið sé að fylgjast með. Hefur kannski komið til tals að vera með einhvers konar ábendingagátt þar sem að við getum sendt þetta í formlega ferli eins og Reykjavíkurborg með sína innviði. Já, takk fyrir sömuleiðis, segir nú bara. Sveitarfélögin eru með ábendingagáttir að allan að Reykjavíkurborg og við erum í mjög miklu samstarfi við þau. Þessir innviðir í raun og veru það þannig að þótt að Vegagerðin komi að framkvæmdum á stofnhjólanetinu þá í raun og veru taka svo sveitarfélögin við þeim, þannig að við erum ekki veghaldari á stígakerfinu. En við vinnum náttúrulega, eins og ég segi, í góðu samstarfi og við fáum ábendingar bara gegnum tölvupóstkerfi sem við tökum til greina, en ég veit ekki hvort það hafi komið til tals að útfara einhvers konar ábendingarkerfi hjá Vegagerðinni. Ég bara þekki það ekki, ég hef ekki heyrt það allavega. Já, góðan daginn, Lofi Sólisdóttir heiti ég, forvarnasérfræðingur hjá VÍS, en ég ætla nú eiginlega bara varpa frá spurningum mínum bara persónulega. Hafið eitthvað verið að hugsa í tengslu við þetta átak hjá okkur sem bara gríðarlega flott. Skoðaði jafnvel viðvörunarljós þegar þú kemur til dæmis eins og frá Kópavogi, Borgarspítalamegin upp að Bústafi og ert á leiðinni niður í bæ og þarft í raun og veru að þvera hvað heitir þetta? Aðrein í átt að Borgarspítalanum þegar þú kemur upp á ljósunum. Þetta bara slysagildra og á sér stað á mjög mörgum leiðum. Það sem vantar í raun og veru bara blikkandi ljós, þannig að bílarnir tækja eftir því að þeir þurfi í raun og veru að stoppa fyrir hjólandi vegfarendur. Já, framhjólhlaupin eru oft koma oft til tals og við höfum séð slys verða á
þar sem að hjólandi og gangandi að þvera yfir framhjóhlaup. Við reynum náttúrulega að gera þetta öruggara, það eru til nokkra leiðir eins og talar blikkljós og ég veit að það hefur einhvers staðar verið gert. Sumstaðar hafa verið hækkaður upp þveranirnar sem leiðir til þess að bíllinn þarf aðeins að hægja á sér. Þannig að við erum með svona smá verkfærakistu fyrir þessi framhjóhlaup. Í sum tilvikum höfum við hreinlega bara tekið þau í burtu og sett hægri beina á ljós. En þetta allt saman bara samstarfsverkefni á milli viðkomandi sveitarfélags og ef að Vegagerðin veghaldari á hluta gatnamótanna þá komum við líka á borðinu og reynum að fara í gegnum hvernig hægt að bæta öryggið. Já, góðan daginn, Einar heiti ég, kollegi Katrínar hjá Vegagerðinni. Kannski ekki beint spurning en meira að nýta salinn og áheyrnar fulltrúa hér til þess að koma á framfæri smá boðskap með hjólastígana að það rosa flott vinna að bak við hönnun og framkvæmd þessa stíga en síðan þeir afhentir til sveitafélagana til reksturs og þá það sem að ég hef rekið mig á þjónustan við stígana misjöfn milli sveitafélaga og gerir það verkum að heilsás samgöngu hjólreiðar eru ekki alltaf mögulegar ef að þeir eru ekki þjónustaðir og svona stoppstígakerfi ef maður ber saman suður-norðurásinn sem varst að tala milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur að hann kannski þjónustaður á veturna af Vegagerðinni Hafnarfjarðarvegur á 45 mínútna fresti söldun og mokstur en hann kannski mögulega á mótni mögulega seinnipart á hjólastíg og þetta svolítið svona ójafnvægi og vildi bara svona nýta því veit að eru fulltrúar frá sveitarfélögum og fleiri aðilum til að koma þetta framfæri að þetta hjólastíganett ekki bara kosta uppbyggingu, við þurfum líka að þjónusta viðhalda því og þannig að flestir geti nýtt sér það. Takk. Jú. Halló. Jú, góðan daginn, ég kannski svona aðeins að nýta salinn bara líka og það sem að mér bara á höndum svona aðeins það sem að forvarinn minn var að segja en það akkurat líka þessi suður-norðurás. Ég svona svolítið skeptiskur á það austurleiðinnar. Ég sá að það var svona mjög langt í að ég ætlaði að gera eitthvað róttækt í þeim, það meira svona vesturpartur borgarinnar. Nú stígur til dæmis inn í Garðabæ sem að hefur oft komið til tals og ein krækla. Þið vitið væntanlega hvað stíg ég að tala milli Flatanna og Kauptúns. Þetta svona stígur sem til dæmis mjög illa þjónustaður að því leytinu til að gróðurinn byrjaður að skyggja svo mikið á allt útsinni. Ég hjólaði þennan stíg fyrsta skipti þegar ég kom heim úr hjólreiðafræð frá Kína, sem tók 1,5 ár. Og ég var rosalega ánægður þegar ég kom heim, bara hvað hafði breyst mikið frá því ég fór. Þannig að við erum á réttri leið. En þá kom ég inn á þennan stíg og ég sagði bara, vá, hvaða skipulagshönnun og klúður þetta? Þarna verið að gera útivistarstíg þar sem að á í rauninni að vera stór samgöngu að hjólandi. Þannig að þetta fer ekki alveg saman og ég vil bara svona eiginlega benda á þetta vegna þess að það líka svolítið svona polarisering í gangi. Það kom grein akkurat þennan stíg í fréttablaðinu í gær þar sem kona var að kvarta yfir hún var í stór hættu út af hjólandi vegfarendum. En rauninni tekur svo blaðið ekki til þess af hverju hættan til staðar. Sem betur fer, sýnist mér að Vegagerðin sé að aðeins svona taka á þessum hönnunum, en ég vil benda á það, sérstaklega þá til Garðabæjar ef einhver hérna, að allan tók og klippa niður þessi tré sem að byrgja sín. Takk fyrir. Á ég að bregðast við þessu. Ég get ekki tala fyrir hönd Garðabæjar, en ég þekki þennan stíg vel og ég skil alveg hvað, já, ég bara get verið sammála honum. Núna næri þetta bara til þeirra sem geta brugðist við. En Andrés? Já, hæ, ég heiti Andrés Ingi, ég þingmaður Pírata. Meðlega 2 spurningar. Fyrst
hvort ég ekki rétt muna hjá mér að þú sért eiginlega eini starfsmaður Vegagerðarinnar sem með virka vegfarendur sem svona eina og aðalmarkmiðið? Nei, ég held að ég get nú ekki kannski borið þann titil. En þið mættu vera fleiri? Já, við erum með allt borgarlínu tímið hérna undir höttum Vegagerðarinnar, starfa þar, þannig að það er nú heldur betur virkir vegfarendur sem eru að huga þar. Já, en við tölum gangandi og hjólandi, tökum bara þannig. Þá það eru fleiri sem koma að stíga uppbyggingunni. En sko, einmitt, að því að samgöngusáttmálinn er svona eitthvað að hökta, Sindri fór í það hvað eru svekkjandi að borgarlínu verkefni væri að ítast aðeins aftur á tímalínunni. Hvernig þá með hjólaleiðanetið sem hangir utan í? Erum við að fara að sjá okkur sambærilega töf þar eða væri hægt að taka það taldi út fyrir svig og fjármagna jafnvel enn betur þannig að við séum ekki að horfa okkur framkvæmdir hvað er þetta, 11 ár fram í tíman heldur bara að græða þetta á 5 árum eða eitthvað af því að það væri skriljón sinnum hagkvæmari framkvæmt heldur en nokkuð annað sem við getum gert þá að veri bara skoðut frá loftslagsmálum. Hvort það vanti peningin í þetta og hvort við höfum, eða hvaða möguleika við höfum á að taka það sérstaklega nær okkur í tíma. Það væri alltaf vel þegið að fá meira fjármagn í stígauppbygginguna og eins og sást kannski á kortunum við hefum gjarnan viljað gera miklu meira og það eru miklu fleiri staðir sem að væri hægt að fara í, til dæmis austurleiðin meðfram Reykjanesbraut og fleiri staðir sem að væri gaman að sjá aðskilið stígakerfi fyrir gangandi og hjólandi. Það eru vissar framkvæmdir í þessu stofnhjólaneti sem eru háðar þversniði borgarlínunar og framkvæmdir akkúrat í því þversniði það er háð framkvæmdir borgarlínu þannig að kannski það væntanlega eitthvað sem að frestast aðeins en heilmikið af þessu stofnhjólaneti ekki háð borgarlínu og sumir staðir sem borgarlínu fer þá stígarnir slitnir frá til dæmis ef umferðarhraði orðinn það mikil eða umferð það mikil og það ekkert sem að stoppar okkur í að byggja þær leiðir upp. Takk fyrir. Ég vil bara biðja fólk að á spurningarnar stuttar, tíminn að hlaupa frá okkur. Góðan dag, Katrín, og takk fyrir gott innlegg og takk fyrir að taka með ábendingarnar hjáleiðina til dæmis. Ég heiti Birgir Birgisson, ég formaður reiðhjólabænda. Mér langaði að spyrja örstutt út í hönnunarleiðbeiningarnar sem þú nefndir og það hversu aðgengilegar þær eru öðrum framkvæmdar aðilum heldur en sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Ástæðan fyrir því ég spyr stígurinn við Fiskislóð sem skilst að sé ekki hluti af því neti sem þú ert að tala heldur Faxaflóahafnir hafi sjálfar séðum og einfaldlega bara stórslys. Þannig að hefði aðrir aðilar geta haft aðgang að þessu hönnunarleiðbeingum og nýtt sér þær. Já, þetta allt saman á heimasíðu Vegagerðarinnar undir leiðbeiningar og bara hjá öðrum leiðbeiningum varðandi hönnun á ýmsum atriðum sem varða samgöngukerfið okkar. Ég held að þetta sé líka inn á heimasíðu, það eru inn á heimasíðu SSH, ég veit ekki alveg með sveitarfélögin hvort að þau vissu þetta líka hjá sér. Þannig að þær eiga að vera vel aðgengilegar og ég held að flestallir sem koma að hönnun hjólastíga viti af þessum leiðbeiningum. Verkfræðistofur og fleiri ættu að vita af þessum leiðbeiningum. Já, komið sæl. Sævar heiti frá rannsóknarnefnd samgönguslysa. Takk fyrir áhugavert erindi. Hér kemur oft upp þið viti stígurinn meðfram. Hvernig staðan á því ekki fara að skýra þessa stígi og vera með betri vegvísun? Ég viss að það sem margir samstarfsmenn mínir sem eru tilbúnir að útfæra vegnúmerakerfi á stígana. En við erum sveitarfélögin unnu saman að svona litaleiðarkorti þar sem að það voru settir litir á ákveðna leiðir. Það merkt inn á sem rauðleið, grænleið, brúnleið minni mig, bláleið. Þannig að við erum komið með eitthvað smá kerfi en það mætti örugglega bæta það. Já, Pavel heiti ég, takk fyrir mjög fróðlegt erindi. Ég var á Reykjanesbraut daginn á milli Keflavíkur og höfuðborgarsvæðins og rakst þar á 4 manna, ég held erlenda fjölskyldu sem hafði greinilega komið til Íslands í hjólaferð og var þar í kanti Reykjanesbrautar að koma sér í bæinn. Þannig að leið og þessi vinna orðið mjög góð sem munni hjá höfuðborgarsvæðin þá þurfum við aðeins að
horfa víðar og sjá til þess að við séum betur tengt inn í nágrannssveitarfélög líka og mér langar kannski bara að heyra hvort að Vegagerðin hafi einhverjar hugmyndir það eða hvort að frumkvæði sér svolítið skilið eftir hjá sveitarfélögunum á hverjum stað eins og mér hefur kannski þótt rauninni vera. Og í öðru lagi þá það held ég rétt sem minnir að hjólaleiðbeiningar sjálfar fjalla ekki mikið hámarkshraða á hjólastígum en sveitarfélög hafa hins vegar sum sett slík við með slíka reglur, til að þessum norður-suðurstíg sem þú nefnir. Ég hef að því ákveðna áhyggjur, vegna þess að þó að svo að kannski allir vilji á einhverjum stöðum lækka hraða, þá getur þetta haft áhrif á tryggingamál ef einhver dettur allt á háum hraða, þá þetta ekki einhver krúttlegt mál, þetta spurning hvort viðkomandi fái bætur eða ekki. Þannig ég svona kannski setja bara upp opið hvort að sé skoðun Vegagerðarinnar að mér geti haft rauninni hvaða hámarkshraða sem á svona stíg og fleið því kannski hvort að sé ekki tilefni að setja eitthvað svona smá samræðingu því að menn kannski, ef menn nauðsynlega vilja, setji þá viðmiðunarhraða mögulega eins og gert í tilfelli bíla sem þá ekki, hefur þá ekki einhver áhrif á hvort það sé löglegur vegfarandi eða ekki. Hönnunarleiðbeiningarnar, þá erum við að skoða, við notum alltaf ákveðin hönnunarhraða til þess að geta reikna út til dæmis beygjuradíus og annað og hönnunarhraðinn á þessu stopphjólanetti á höfuðborgarsvæðinu alltaf frá 30 og upp í 40 km/klukkustund. Ég get bara sagt frá bara mér persónulega ef ég á hjólinu mínu og fara niður brekku og komin til 40 þá mér líður ekkert sérstaklega vel á þeim hraða. Þannig að persónulega finnst mér að það ætti ekkert að vera hraðar umferð en max 40 á þessum stígum. Ég þekki nú ekki hvort þetta sé alveg löglegt með skiltin sem einmitt að finna á þessari leið þar sem sagt að hámarkshraðinn sé 25. Ég veit ekki hvort að það fór í gegnum löglegt ferli að það sé skilgreint eða hvort þetta sé gert til þess að einmitt vera frekar svona leiðbeinandi hraði en þá væri náttúrulega æskilegra að nota bláumerkin í þeim tilgangi. Varðandi Reykjanesbrautina, ég býð spennt eftir að sjá hjólastíg meðfram Reykjanesbrautinni frá flugvellinum og ég veit að undirbúningur að því í gangi og þetta þá samstarfsverkefni á milli sveitarfélaganna þar sem að Vegagerðin kemur einnig að borðinu. Það var byggður upp stígur við Vog í Vatnsleysuströnd sem á að vera hluti á þessari leið og ég hef allan að fengi eitt símtal frá þeim sem starfa þar sem að vilja til að halda áfram með það verkefni en ég svo sem vinn ekki að því hjá Vegagerðin, það annar starfsmaður sem að einmitt vinnur með stígana sem að sér það. Hinn? Nei. En já. Já, ein stutt í lokin. Lofa örstutt, ég fæ svo oft orðið. Katrín, þetta var reyndislegt, takk fyrir. Nú eru sumir sem eru á svo dýrum hjólum. Þeir eiga orðið alveg erfitt með að ferðast á hjólunum sínum því að slípir okkur svo fljótur að stela þessu. Inn í stopphjólanetinu einhverja hugmyndir öruggar áningar eða stæði fyrir hjól og gerði ráð fyrir hjólastæðum sem eru líka fyrir öðruvísi hjól eins og hjóli hans Sóla og hjóli mitt og svona alls konar sem eru alveg stór og skrítin. Það eitthvað inni í hönnunarleiðbeiningunum eða hugsið þið það inn í stofnleiðanetið? Hérna góður staður, hérna vel vaktað, hérna, ok, ég sagði stutt, takk. Það tekið á þessu eitthvað í hönnunarleiðbeiningunum, þar fjallað hvernig stæðin eiga að vera útfærð og komið til að góðum lausnum. Ég gerir ráð fyrir, ég ætla að giska á það sé gert ráð fyrir kargóhjólinn þar líka, en ég mannaði ekki alveg, ég þurfti að lesa kaflan aftur. Varðandi áningastaði við stopphjólanetið, þá það í raun og veru, við erum svo leiðileg, við styrkjum bara stígana, svo það, ef að sveitarfélögin vilja útfæra áningastaði, þá það náttúrulega velkomið, en þeir sveitarfélögin fjármagna það og það mjög oft sem eru áningastaðir, verið að hanna áningastaði samhliða sem hluti af verkefninu á stopphjólanetinu og settir bekkir og hjólastæði og fleira, þannig að við erum vonandi að fara að sjá meira því frekar en minna í framtíðinni.